Á 7. áratugnum var heimurinn í spennu sem kallaðist kalda stríðið. Tvö stórveldi, Bandaríkin og Sovétríkin, kepptust völd og áttu bæði kjarnorkuvopn. Árið 1962 uppgötvuðu Bandaríkin eitthvað mjög hættulegt á eyjunni Kúbu. Bandaríkin hafa reynt að hafa áhrif á landið mitt. Ég treysti þeim ekki. Við setjum eldflaugar á Kúbu. Þá verður jafnvægi. Þá verður Bandaríkin að hugsa sig tvisvar um. En hvað ef þeir uppgötva þær? Við tökum þá áhættu. Herra Kennedy, þau munið njósnarnir frá Kúbu. Hvað sýna þær? Sko, sovéska eldflaugar eru að beygðar. Kjarnorku eldflaugar? Já, þeir gerðu á stóru borgum í Bandaríkjunum á nokkur mínútum. Við verðum að stöðva þetta! Ef við ráðumst á Kúbu, það gæti byrjað heimsstyrjöld. Við þurfum að sýna sterk án þess að byrja stríð. Við setjum flotaband í kringum Kúbu. Engin sovésk skip með vopn ná að komast inn. Ertu viss? Það gæti verið hættulegt. Ég veit, en við höfum ekkert annað val. Ef skipin okkar halda áfram þá gæti bardagi byrjað. Bandaríkin vilja stöðva okkur. Já, en ef þetta fer lengra þá gæti byrjað kjarnorkustríð. Já, en við verðum að fara smá varlega. Í nokkra daga var heimurinn á barmi kjarnorkustríðs. Skip Sovétríkjanna sigldu í átt að Kúbu og bandaríski flotinn beið eftir þeim. Enginn vissi hvað myndi gerast næst. Krúsið hefur sendt skilaboð. Hvað segir það? Ef Bandaríkin lofa að ráða sig í Kúbu, munu Sovétríkin fjarlægja eldflaugarnar. Það gæti bjargað heiminum. Þá samþykjum við það. Castro, Hvað? segið skipunum til að snúa við. Eldflaugarnar verða fjarlægar. Þá verður friður í bili. Heimurinn slapp við kjarnorkustríð. Kúbudeilan var ein hættulegasta stund kalda stríðsins. Hún sýndi hversu mikilvægt er að leysa deilur með samræðum og ekki stríði.